ætlum við að nýta flugu sem að er kannski nýtt meira upp á gamanið. Ég er ekki viss að hún sé verulega praktísk, en einhvað síður er skemmtilegt að nýta hana. Nú, loka útkoman á að vera einhvað á þessa leið. Þetta er gaddis sem sést hér og hér eru lappirnar á honum og hérna er hylkið hans. Í þessa flugu notum við legglangan öngul. Þetta er straumfluguöngul númer 14 og veitir ekki af að hafa langan öngul þar sem að þetta er dálítið stór fluga. Nú, flugan sem er kannski oftast notuð til þess að líkja eftir þessari böddu er Peacock til dæmis, sem er líklega allavega svona topp 5 vinsælustu silungaflugur á Íslandi. Nú, við ætlum að þyngja þessa flugu örlítið og við ætlum ekki að gera það með kúlu, heldur ætlum við að nota svona blý fyrirgefið og tökum nokkra sentimetra af og vefjum utanum. Það sem er örlítið frábrigðið við þessa flugu er að hausinn á henni er í rauninni hjartamegin á öfugum enda og það er bara gaman að því aðeins að brjóta hlutina upp. Nú, við notum þráð. Hann er svona tanlitaður eða ljósbrúnn, en við lítum að reyndar dökkbrúnan í lokin. Það sem er gott við þennan þráð er að hann leggst alveg flatur, þannig að maður getur svolítið stýrt uppbyggingunni á honum á flugunni, sem er gott vegna þess að við ætlum að hafa búkinn eins jafnan og við getum. Við festum þráðinn niður. Það má gjarnan setja tónatak, 1 dropa undir blýið, en við ætlum ekki að nýta okkur það í þetta skipti. Við notum monofilament eða nælon í vöf á flugunni frá Kamasan, keypt í Intersport á sínum tíma fyrir mörgum ára síðan held ég, og gegnir nú meira hlutverk í nýtingargræjunum heldur en í veiðitöskunni, en það orðið gamalt. Nú, við nýtum taumefnið niður. Klippum endan af. Næsta efni sem við ætlum að nota er body stretch, glært. Mér hefur fundist best að nota þetta glæra og það er hægt að fá þetta í ýmsum litum, en glæra er þeim kostum gætt að maður getur litað það vild og þá nota ég bara túspenna. Þetta body stretch er svolítið þykkt, eða það er að segja breitt, og þannig að við þurfum að klippa það aðeins niður og ég klippi það í svona litla ræmu. Nú, við festum það niður. Alveg þar sem við festum niður nælonið, eða enduðum með nælonið. Það sem við erum að gera hérna núna á þessum enda er að
er að búa til pöttuna sjálfa eða vorfluguna sjálfa. Fyrsta skrefið í því er að nota svart dubb. Það má jafnvel nota brúnt, dökkbrúnt. Þetta er svartur íkorni en ég er nokkuð viss að hvaða svarta dubb sem myndi bara virka vel. Þurfum ekki mikið. Svona, látum þetta duga. Næsta efni sem við ætlum að nota er einnig dubb. Það er svona superfine dryfly dubb og við notum lit sem heitir Amber. Þetta er svona gulur og hálf appelsínugulur, sunburst jafnvel, sem er akkurat liturinn sem við erum að leita að. Lítið meira. Þetta dubb er algjörlega frábært í þurrflugur. Það er svo ofboðslega fínt. Það má nota í ýmislegt að sjálfsögðu. Svona. Nú það næsta sem við gerum er að taka body stressið. Og við ætlum að toga það yfir dubbið og hnýta það niður með næloninu eða vefja það niður. Svolítið atriði að halda þétt í monofilamentti svo það renni ekki til. Fá þetta allt saman til þess að vinna saman og stilla body stretchið eða latexið af. Svona, látum þetta duga og festum monofilamentti niður. Það má sjálfsögðu nota vír líka í þetta, en mér finnst koma betur út að nota nælonið. Því næst notum við body stressið til þess að hjálpa okkur að byggja upp búkinn, undir búkinn þar að segja. Þetta hlýtur að fara að koma. Þarna kom. Nú fyrir lappir á þessari flugu ætlum við að nota English Partridge. Frábært efni þegar að kemur að til dæmis löppum fyrir kattisflugur, ekki bara þessa tegund, heldur bara í rauninni allar kattisflugur og einnig frábær fjöður í að nota þegar maður er að gera votflugur í kragan. Það eru mjúkar og mjög lifandi í vatninu. Nú við veljum eina góða fjöður og tökum af henni sem sagt loðna neðri partinn, þurfum hann ekki. Verkum fjöðurinn
örlítið áður en við hnýtum hann á, klippum miðjuna í burtu. Þá lítur þetta svona út. Svona. Áfram nýtum við okkur efnið til þess að byggja upp búkinn. Svona, nú ekkert annað en að vefja bara krókinn vel. Það er dálítill kantur hérna undan ríginu og við þurfum helst að laga hann aðeins. En búkurinn á að vera svona sem sagt breiðastur hér og svo mjókka eftir því sem aftar kemur. Og þessar flugur, kattisflugur, það búa sér til þetta hylki úr hlutunum sem þeim jarðvegi sem að finna í vatninu sem búa í, eða lifa í. Og geta verið í rauninni alls konar. En við ætlum að ímynda okkur að þessi kattis búa einhvers staðar þar sem sandur, einhver grjóta sjálfsögðu, sé þar í mestu magítum. Svona. Hnúturinn. Og þá var þessari eiginlegri hnýtingu á þessari flugu, hún svo gott sem lokið. En við endum á að nota tússpenna og tússum undir búkinn. Þetta bara dökkbrúnn. Best væri að sjálfsögðu að nota þráðinn bara brúnan, en hann ekki til í dag. Þessum okkur að lita katti sem minnst. Nú í búkinn sjálfan eða hylkið sjálft ætlum við að nota UV-lím. Þetta frá Loon og þunnt. Þægilegt að vinna með það og við byrjum á því að þekja búkinn með lími. Það kemur pensill með þessu lími en við finnst hann full frekur á efni og kemur svolítið mikið með. En við ætlum að gera þetta bara svona í litlum skömmtum. Svo þetta sé nú allt eins og þetta á að vera. Það í þessu lími, svo reyndar við bara venjulegt lakk líka og
Það er mun betra að setja lítið í einu og þá oftar í staðinn fyrir að þurfa að lenda í að þurfa að þurrka eitthvað af. Það getur verið þreytandi. Vöndum við okkur við að þekja allan búkinn. Svona. Nú það hefur oft verið talað um það að þeir sem að nýta flugur eru sífellt á höftunum eftir nýtingarefni og það er orðasöfnu. Nýtingarefni og gott nýtingarefni er ekki bara að finna í veiðbúðum, það er að finna í hannyrðaverslunum og prjónadeildum í stórverslunum og já, víðar segi ég. En einnig í umhverfinu okkar úti og ég var á göngu hér í hverfinu mínu fyrir ári síðan og rakst á sandhrúgu af skeljasandi sem hefði verið að nota í einhver verkefni hérna í hverfinu og nældi mér í smá í box og síðan er ég búinn að nota þennan skeljasandi að nýta kaddisa. Nú það sem við gerum. Nú erum við að lenda í því sem ég var að reyna að lenda ekki í og það er að þurfa að taka smá lím af. Og það er alltaf leið. Og það sem ég geri er að ég einfaldlega held boxinu undir flugunni. Tek síðan örlítið af sandi. Strái yfir þar sem ég hef búinn að setja UV-lakið og UV-lakið grípur sandinn. Það sem er gott í UV-lakið er að það þornar ekki fyrir en þú herðir það með þar til gerðu ljósi. Þannig að það er hægt að færa þetta aðeins til og stýra þessu og stýra svona loka útkomunni, skulum við segja, betur heldur en að ef við verðum með tonnatak eða epóxí. En ég nýti þessa flugu yfirleitt með tonnataki og það er svo sem ágætt, virkar alveg. Búkurinn er svo gott sem klár. Tökum við ljósið góða, útfjólublátt ljós, herðum vel. Ef maður ætlaði að vera ekstra öruggur þá er í fínu lagi að setja 2 umferðir. Sérstaklega ef að húsið eða hylkið tekst ekki alveg nógu vel í fyrstu umferð þá er það bara minnstamálið og ég sé hérna hjá mér að þetta hefði mátt fara betur á þessum stað hér. Og þá er ekkert annað en að bæta bara örlítið við af lakki.
Svona, þá er þessi fluga alveg að vera tilbúin. Og geta tússa örlítið hérna á hliðina á pötunni. Og þá er þessi kattis í hylki tilbúin, klár í bóksið. Takk fyrir mig.